Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands ákvað í morgun að hækka vexti en ferðina 0,25% og rökstyður það meðal annars með því að við séum farin að borga hæstu laun í heimi og það eru margir ansi illir vegna þessarar ákvörðunar og margir sem rifja upp ummæli Kristrúnar Frostadóttur sleggjuna og það heyrist ekkert mjög hátt í þeim sem eru óánægðir vegna þess að umræðan í dag hefur meira og minna öll verið á forsendum þeirra sem eiga peningana en ekki þeirra sem skulda og hann komin hingað formaður leigjenda samtakana sem kannski með annan vinkil. Vertu velkomin. Sællunur og takk fyrir að bjóða mér. Já, gaman að fá þig. Ertu sammála því, Yngvi Ómar Sigurðarson, ertu sammála því sem ég sagði að það hefur svona lítið farið fyrir gagnrýni umræðu þessa ákvörðun í morgun, minna heldur en maður kannski hélt? Ég held nú að verkalýðshreyfingin sé nú eitthvað búin að vera að mótmæla þessu og það líka þessi vinkill sem að Seðlabankastjóri tekur alltaf, þetta alltaf einhverju launum að kenna. Já. Og ég hugsa stundum að því að nú hef ég átti hagfræðinga eins og ég á HMS og fleira og ég hugsa stundum þarf það að vera sérstaklega kassalega til að komast inn í slíkt nám. Sjá ekki einhverja svona augljósa hluti sem fyrir utan bókstafinn. Skilurðu mig? Já. Þú veist bara, fyndi dæmi ég að tala við HMS hagfræðingana þar og segja við þá að markaðslögmálin gildi ekki á leigumarkaðnum af því að það eru 100 manns að sækja hver íbúð. Þannig að þú ræður hvað þú setur á hana. Þannig að neyð leigjandans og þeir bara skiljið ekki. Nei, markaðslögmálin gildi alltaf. Þú veist. Þetta sambarlegt með seðlabankastjóra. Hann alltaf að tala þetta höfrungahlaup. Já. En í hverju felst þetta höfrungahlaup? Já. Ef við skoðum síðustu 15 ár þróun verðbólgu, þá yfir helmingurinn þróun húsnæðisverð og leigu síðustu árin. Og ég hef átt fundið til mis með forsvarsmönnum atvinnufélagsins, Sigmari og konu sem það í stjórn og við ræddum áhrif þessara leiguverðshækkana og fastnaverðshækkana á launaþróun hjá þessum fyrirtækjum. Já. Og þeir voru alveg sammála það væri mjög erfitt fyrir þeirra félagsmenn að reka fyrirtæki og þurfa alltaf að vera með nógu há laun til þess að kofera húsnæðiskostnaðinn. Já. Þannig að þetta höfrungahlaup þessa seðlabankastjóra ekki alveg eins og hann skilur það. Nei. Það snýst að hafa laun til þess að geta veitt sér svona bara basic gæði sem húsnæði, fæði og klæði, skilur við. Já. Og það líka þegar þú leggur áherslu á að það eru ansi margir sem hafa það gott í þessu samfélagi og þeir jafnvel bara hagnast á því að vextir eru á þeim slóðum sem þeir eru en þegar þú ert sífellt að vísa til þeirra þá svona fá aðrir kannski á tilfinninguna að hafi það bara allir það svo gott og en þinn skjólstæðingahópur leigjendur þeir náttúrulega hafa það alveg sérlega skítt. Já, og líka bara að þú skoðar núna verðbólgunum það sem hafa verið þessu ári, þá það ekki lengur húsnæðisverði sjálft sem að valda verðbólgu. Heldur 1/3 verðbólgunni í hverju mánuði verðhækkanir á leigu, eingöngu. Já. Húsnæðisverði í stað, það komið í topp, en það má alltaf hækka leigu, neyðin svo mikil. Skilurðu. Þannig að ég leigusali, ég leigi litla einingu út. Ég stórskuldugur íbúðareigandi og með stökkbreytt íbúðalán, einn af þeim sem að keypti þegar vextir voru 1% og núna horfum maður á þetta og það liggur alveg fyrir að það stór ákvörðun fyrir mig og konuna mína að reyna ekki að hækka leiguna örlítið í ljósi þessa. Þannig að þetta samt tel ég að við höfum verið með mjög hóflega leigu en þú veist við skiljum þetta alveg þegar einhver einn einstaklingur á íbúð að borga af henn og þarf að geta kofera lánin sín en það náttúrulega alltaf eignamyndur sem á sér stað líka en þess vegna erum við að leggja til breytingar á húsnæðisbótakerfinu með þetta í huga að það eru háir vextir fólk þarf að borga af háum lánum þar að leiðandi væri sniðugt að fara að umbuna inn í samræmi við vaxtastig til eigandana í staðinn fyrir að hafa þessa hefðbundnu húsaleigubætur bara. Við viljum skoða slíka lausnir til þess að sé akkurat hægt að gera þetta og síðan þegar vextir lækka og því að afborganir þínir á lánum lækka, þá hefur engin áhrif á leiguverðið. Það hefur bara áhrif hversu mikla bætur að vaxtabætur þú fengir á móti. Eitthvað svoleiðis þurfum við að skoða í þessu ástandi sem og svo alveg verðt að nefna að við erum með 23.000 nýjar íbúðir sem seljast ekki og samkvæmt skýrslu frá í október í fyrra frá HMS þá erum við með alltaf 16.000 íbúðir sem eru tómar
og það eru fólk sem að halda á eignum til þess að bíða eftir að það hækki verði og það er fólk sem á auka íbúðir sem að nota þegar það fer stundum í bæinn og það er fólk sem að leigja út svart sem er mjög algengt sko. Þess vegna til dæmis þegar talar og þú talar ég væri hérna í forsvari fyrir hóp, þessi hópur er orðið mjög stór. 28% samkvæmt HMS, við teljum að hann sé umtalsvert hærri en það. Fleiri. Þetta eru kannski 30-32% af. Þriðji hver einstaklingur. Já. Og það er stórkostleg breyting Björn ef þú skoðar að frá aldamóta þegar kannski 5-6-7% af landsmönnum voru leiguhúsnæði. Hvað veldur þessari breytingu? Og aftur að þessari vitleysu í Seðlabankastjóra, ég bara segja hreint út, þetta er bara vitleysa. Hvernig á það að hjálpa þegar er ekki hægt að byggja íbúðir út af þessum mikla vaxtakostnaði, að hækka vexti enn og aftur, í staðan fyrir að reyna einhvern veginn að bregðast öðru þessu við. Af því að það er líka annað vinkill á þessu sem er svona athyglisverður. Við sjáum hérna í þar síðustu viku, það var settar í sölu hérna íbúðir á Hekluréttum og við sjáum þetta líka með aðinu svona nýbyggingaverkefni að leigufélögin er að kaupa upp íbúðirnar. Og þær eru ofta kaupaðar þegar að vera að byggja þær af verktökum sem er í vandræðum út af því að það er svo hár vaxtakostnaður. Þeir sem græða mest eru lóðabraskararnir. Það eru þeir sem að halda á öllu spilunum. Eiga lóðir sem er keyptu kannski á 700 milljónir, eru búin að hækka upp í 2 milljarða núna og þeir finnst það kannski ekki nóg. Þú veist. Þetta er fólki sem þarf að fara að tækla. Og það er líka kannski það sem maður hélt. Við erum búin að hafa hérna stjórn við völd lengi Sjálfstæðis- og Framsóknarflokks sem var klárlega stjórn sérhagsmuna. Við vitum það alveg og það var kosið í burtu. Og núna fengum við stjórn sem var búin að gefa ákveðin vilyrði og við sjáum alveg það er eitthvað að rætast í samvinnu við Ragnar Þór en við erum ekki að sjá tómthúsaskatt. Nei, og við erum í rauninni bara að sjá einn þingmann sem sko anda yfir hérna vaxtastefnu Seðlabankans, það er hún hérna Ásta Lóa. Og Ragnar Þór í morgun líka, hann var að setja út á þetta líka í MBL eða eitthvað. Ég mista því. En það þýðir þá að sko 61 þingmaður lætur þetta einhvern veginn yfir sig ganga. Og það er eitthvað sem að ég er sammálaður með að maður sá ekki endilega fyrir sko með þessum valdaumskiptum sem urðu. Og ég vil líka bara segja það að það kemur á óvart að það hafi allir til dæmis nefndarmenn stefnu nefndar stutt þessa ákvörðun að hækka vegna þess að það eru ýmis önnur úrræði sem seðlabankar hvers ríkis hafa heldur en alltaf þetta sama að berja höfðinu við steinin og nýta úrræði sem við getum sagt að hafi að sé takmarkað að því leyti að það getur ekki náð einhvern veginn til allra og það skapar líka svo mikinn vanda leið og það kannski leysir annan vanda, ekki satt? Já, og hvar endar þetta? Hvar endar þetta því erum ekki ná að byggja íbúðir inn í þessa miklu þörf sem er? Hvar endar þetta þegar við erum með mörgþúsund íbúðir sem seljast ekki af því að byggingaverktakarnir vilja ekki lækka verðið eins og gerist á eðlilegum samtíðismörkuðum? Þetta endar í einhvers konar hruni aftur. Af því að þetta er ekki bara spurningum verðbólgu, þetta er líka spurningum aukið atvinnuleysi. En mér varst ógeðslega gott sem ég heyrði hérna Finnbjörn frá ASÍ segi viðtali í Bylgjunni í morgun. Mér varst það svona setning sem kjarnaði þetta svolítið. Sko. Hann sagði að núna ætti Ásgeir að hringja hérna í Donald Trump og láta vita að við erum búin að hækka vexti, hvort það myndi hafa áhrif á deiluna við Íran. Þú skilur orsakasamhengið þarna. Af því að þú veist, þetta eru utanaðkomandi þættir sem við höfum engar stjórn á. Það sem er hins vegar vandamál í Íslandi er að, og svo líka annað, við sjáum að það búið að draga úr einkaneyslu. Það er ekki vandamálið. Þannig að vandamálið liggur einhverstaðar annar staðar. Já, maður hélt kannski einmitt að þetta með kortaveltuna sem að hefur að manni skilst fallið umtalsvert. Maður hélt að það myndi kannski duga til þess að hlífa fólki við frekari hávöxtum en nei. Og svo sjáum við örugglega næstu verðbólgumælingu þegar skattahækkanir á leigusala fara að koma inn líka. Það er alveg ljóst að þær koma inn. Þá sjáum við verðbólguna rísa líka út frá því. Við höldum áfram að sjá hana rísa sjálfkrafa í hverju mánuði út af þessum mánaðalegu vísitölutengingum sem er alveg séríslegt fyrirbæri en ég veit að Ragnar Þór ætlar að laga en það verður ekki fyrir í haust sem að frumvarp eru lagt fram og þá kannski sjáum við þessa breytingu þar á en þangað til komum við til að sjá þennan lið alltaf tekka inn í verðbólguna. Og maður hugsar sko, veist, má ekki fara að beita bara almenni skynsemi í hagstjórn á Íslandi.
Þú veist, maður sér það reyndar eins og fjármálaráðherra Daði, hann fyrir hálfu ári þá tala hann að markaðurinn myndi leysa húsnæðiskreppuna, bara harður á því sem svona hægri maður. Núna aðeins annað tónn. Maður finnur að þeir aðeins átta sig, sko. Já. Af því að þetta eins og þið segja víðsvegar í Evrópu að ef það einhver einn markaður sem þú treystir ekki bara markasöflun til að sjá þá það húsnæðismarkaðurinn. Af því þú getur myndað skort, þú getur setið á eignum, þú getur keypt upp eignir og svo framvegis. Bara þetta klassika sem við sé hérna á Íslandi. Já. En sko hvernig, það hérna Marino komin hann yfir einhvern húsnæðishóp og hann átti að vera stór og átti að fara víða og svona, hefur eitthvað gerst undanfarið sem að eykur þínar vonir að hérna við förum að sjá einhverjar aðgerðir sem hérna hagnist þínum félagsmönnum? Já, við eigum alveg von á því. Fyrsta lagi þá erum við í góðu samstarfi við Ragnar Þór og þetta maður sem að skilur verkefni og vill bæta úr og hann svona sér heildarmyndina. Við bara fórum með þetta á blaði til hann, sýndum honum áhrifun á verðbólguna, sýndum honum hvernig þessi mánaðarlega hækkun vísitölu bara fæðir verðbólgu, bara sjálfkrafa hækkun og við bendum honum líka á mjög óeðlilega þróun á fastnamarkaði frá hruni. Það sem að fullta íbúðum dælast út á markaðin, fjárfesta fara að kaupa þær og byrjar bara leiguverð að hækka og síðan fylgir fastnaverð eftir. Þannig að það sem að verið að skoða að því að núna fyrir 2-3 árum þá setti þáverandi innviðaráðherra Sigurður Ingi það sem kallar markaðsverð leigu á. Það átti að rétta hérna stöðu leigjenda. En hann eins og gerði það bara vitlaust. Hann tók bara inn ákveðin lítinn hluta af dönskulega bókstaf sem að miðar akkurat við markaðsverðlegu en tók ekki inn heildarlögin. Og þar af leiðandi var þetta til tjóns, bara klárs tjóns fyrir okkur öll, því að árlega hér tíðkast bara þessir árlegu samningar 13 mánaða samningar í dag og svo alltaf endur metin markaðsleiga á meðan í Danmörku sem dæmi þá bara langtíma leiga alltaf nema og sért með mjög ríkar ástæður að fara í námælendis eða eitthvað slíkt. Þar af leiðandi máttu setja markaðsverði einu sinni og síðan hækkar það bara í vísitölu. Og það lausnin sem við sjáum vilja fyrir innan að við teljum ríkisstjórnarna, við höfum fengið ákvað viðbrögð við því að fara að skoða slíka leið, þar sem að þú kemur nýja íbúð inn á markað, þú skoðar markaðsverð á leigu sambærilegum íbúðum og það verðið og síðan ekki takt að hækka nema í samhengi við vísitölu, sem þýðir að þá ekki leiguverðið að fæða verðbólguna. Og við viljum líka taka inn hinn hlutan á danska leigukerfinu sem hérna kostnaðartenging leigu. Þess íbúður byggða fyrir 1991 þá miðar bara við kostnað og eðlilega framlegð. Af því að við erum að sjá húsnæði í mjög slæmu ásigkomulagi leigt út dýrum dómum, jafnvel alveg skuldlaust, litlar kjallaríbúður á 300 skall, 50 fermetrar, bara ítrekkað. Bara verið að spila á neyðina? Já, það eina sem gildir. Það verðstöðullin, neyðin. Og við myndum vilja taka það inn líka þannig að þá til dæmis eins og þú nefndi með þína leigu menn nú ert þú kannski, ég veit ekki hvað gömulega hvað sem það en segjum sér svo að þú væri með eldri íbúð 91 og þú myndir falla undir þetta kerfi þá verið það miðað við þinn kostnað sem eru lánin líka. Þú veist, þannig að þú ættir og markmið okkar hjá Leigusamtökunum aldrei einhver sé að fara að tapa á því að leigja því þá ertu bara að tapa af markaði leigusölum og það viljum við auðvitað alls ekki. Svo er það annað sem við ætlum að gera með ráðuneytinu sem ég finnst mjög merkilegt skref það er endurskoða leigutryggingar eins og í dag þá er þetta mikill frumskógur og mikill meirihluti mála fer fyrir úrskurðarnefnd sem fara fyrir úrskurðarnefnd út af leigutryggingum það er alltaf verið að finna eitthvað að og svo framvegis á meðan það alveg skýrt í lögum að leigutrygging virkjast bara þegar eitthvað sem venjuleg vátrygging myndi berjast við. Þú veist, alvarlega skemmtir. Það á ekkert við þegar einhver naglaför í veggjum eða eitthvað svoleiðis. Og málning sem dæmi, hún úreltist á 4 árum. Hefur oft komið til svona mála? Alveg ótrúlega oft. Og við viljum breyta þessu. Við viljum raun og veru láta að því að við sjáum þetta eru margir leigusalar sem eru að halda á stórum fjárhæðum. Ég meina, ef þú ert að borga 400 skall í leigu og 3 mánaða tryggingu, þá er þetta 1,2 milljónir. Og svo ertu kannski að fara að flytja annað en leigusalinn ekki að láta að hafa þessa tryggingu strax. Hann reynir að halda einhverju eftir af henni, finnur ástæður. Þar alveg ert þú í ákveðinni klemmu með að finna þenni í íbúð. Við viljum bara breyta þessu. Við viljum bara setja mjög skýra ramma, fá opinberan aðila, helst HMS og það er alveg viljið til að skoða það, til að halda á þessum peningum fyrir alla leigusala. Og svo eru bara skýrmörk, þá er að 2 mánaða trygging fyrir leigugreiðslum og ef þú ert ekki búin að borga leiguna þá sést það bara strax. Ef þú ert búin að borga hana
þá færðu bara greitt tilbaka penningiðin og svo aðskiljum við vátryggingarhlutan á annan hátt sko. Þannig að það er ýmislegt í farvatninu og það hins vegar á eftir að gerast en við bara erum allan að jákvæða með því að það er hlustað á okkur núna. Þetta hljómar jákvætt. Þetta eru dæmiger vinstrimál sem þú ert að nefna. Þetta eru svona vinstri velferðarmál. Já. Sem það sem við reynum að lyfta hag þeirra sem hafa það mjög skýtt og við setjum fókusinn á þann hóp og við viljum jafna kjör fólksins í samfélaginu. Nú vorum við að koma út úr sveitarstjórnarkosningum, það sem verður mikil hægri bylgja. Já. Og þegar ég er að fá hérna fulltrúa vinstriflokka að þessu rauðaborði og hérna spyrja hvers vegna fóru þessar kosningar svona, akkur er svona mikil hægri sveifla, þá einmitt sko segja sumir eins og Stefán Pálsson hjá vinstrinu í gær að sko ein ástæðan væri einmitt að það væru það margir sem hefðu það svo gott. Ég held að sé ekki svo margir sem hafa það eins og, ég meina einhver fjöldi það er fullt af fólki sem, ég lofa þér, fleiri sem hafa það skýtt og eiga erfitt í dag. Á fyrst og fremst út á húsnæðismarkaði og náttúrulega dýrtíðin í búðum, við vitum það. En þetta er bara andlitslaus og ralllítill hópur. Algjörlega og við þurfum að lyfta honum upp, en þú talar vinstri pólitík. Leigubremsa sem dæmi er ekki vinstri pólitík. Hvað þá sósíalismi eins og sumir kalla það. Okay. Þetta er bara stjórntækin á leigumörkuðum sem er við líði af flestum löndum Evrópu. Þetta er bara, veist, til dæmis vinur minn, hann býr í miðborg Frankfurt. Hann leigir þar íbúð í stegangi og það má ekki hækka leiguna nema allir séu í stegangunum sammálaði. Og kom nefnilega annar leigjandi á hæðinni fyrir neðan til hans daginn og sagði ekki samþykkja, hann vill hækka leiguna, þá erum við góð. Þú veist, það er ekkert bara hægt að hækka leigu þegar þið dettur í hug. Það er bara á Íslandi sem það er í lagi. Þannig að þetta er bara, veist, bara hagstjórnartæki sem við líði í mörgum löndum hvort sem það er hægra eða vinstri stjórn. Já, en fyrir utan sko þá sem við höfum nefnt, sem er verkalýðshreyfingin og þú nefnir Ragnar Þór í dag, þá hefur fundist sko raddirnar út í samfélaginu við þessari vaxtahækkun í morgun furðu jákvæðar, ef ég segi það alveg eins og er. Og það er orðið sko eins og meginströms fjölmiðlar hérna á Íslandi, þeir eru ekkert að gagnrýna þessar ákvarðanir og ríkisstjórnin segist ekki geta gagnrýnt þessar ákvarðanir vegna þess að Seðlabankinn sé sjálfstæður og svona hægt og rólega sko þessi umræða hvað skuldugir tapa oft rosalegum peningum á svona vaxtahækkunum að mér finnst hún bara verða minni og minni. Já, nú veit ég ekki ekkur það er að því að, en mér finnst þetta, veist, það er eins og menn set ekki hlutin í samhengi. Þú veist, það var frétt á RÚV held ég í gær sem segir að sko að núna sé hátt í 20 af hverjum 100 ferðamönnum sem kom til Íslands og eru spurðir þegar þeir fara frá landinu, varstu ánægð með peningana, altså hvað þú notaði peningana í Íslandi. Já. Og þeir sögðu bara nei. Sláandi breyting bara milli ára. Akkurat. Næstu því tvöföldun þeirra sem eru ósáttir, telja sig ekki að fengi það fyrir peningin sem þeir. Af hverju er það? Það er út af dýrtíð. Þetta hagnast ekki heildinni, þetta hagnast örfáum. Og fréttamenn, alvöru fréttamenn myndu setja þetta í samhengi. Ég segi oft sko þetta er spurning tölfræði, alveg svo með við erum bara 400 manna þjóð, við höfum bara ákveðið hlutfall af fólki að velja úr sem bæði velst í pólitík og í fréttamennsku. Það er alveg fjórða valdi hjá okkur, fréttamenn, almennt mjög veikt. Þetta fólk er ekki að hugsa hag almennings. Okkur hefur líka fækkað svo rosalega þeim sem starfa í bransanum og fjárhagslega bjargir fjölmiðla eru mjög veikar. Já, svo fyrir utan Ríkisútvarpið. Já, svo eru náttúrulega þessi fjölmiðlar, bæði Vísir og MBL, þetta er eigu öðmanna. Svo ertum við Ríkisútvarpið sem einhver hluta vegna er stjórna að sko hörðum sjálfstæðismönnum, allan að þeim sem að koma fram í þeirra nafni. Við sáum það bara allra kosningar. Þú metur á þannig? Ég meta þannig alveg klárlega sko. Þú veist, ég var nú eitthvað að ræða á Facebook, það var einhver maður sem var að fara að kveiki í sér og þeir skutu rafbyssu á hann. Kveiknaði í honum út af því skils mér og það er ekki rætt á RÚV en borgarstjóri eyði 30 krónum á korti og það er allt vitlaust, skilur. Þetta er smá samingi, þú skilur. Þannig að já, það er einhver halli, það er svona lýðræðis halli á RÚV. Bara sem dæmi, ég meina, leigjendur eru í dag yfir 100.000 manns. Aldrei er talað við neitt frá leigjendasamböndunum í fréttum RÚV. Það bara gerist ekki. Við höfum farið aðeins á Rás 2 í síðdegisútvarpið, áttar góð samtöl,
en aldrei hafa þeir talað við okkur. Þeir hafa talað við Guðmund fyrir einhverjum árum einu sinni í mjög stuttu innslagi. Hvað ertu að segja? Þannig að almanna útvarpið bara sumramanna útvarp? Já, og áttum okkur því eitt af hverjum 3-4 heimilum á leigumarkað, þá þetta gríðarlega stór hópur sem þarf rödd, en klárlega ekki að fá hann í sjónvarpi allra landsmanna. Það ljóst, sko. Það ekki til að deilum það er bara alveg ljóst. Og það eitthvað skrítið pólitík þar að gangi, finnst mér. Hún líka mjög skrítin þessi pólitík kollega minna, blaðamanna á þessum mainstream fjölmiðlum að vera sko sífellt að kalla til hagsmunaaðila sem að sko vinna í bönkunum og hafa jafnvel bara haga því að vextir séu háir og láta eins og það séu hlutlausir álitsgjafar og gapa upp í þá og gagnrýna aldrei sko sjónarmið andæf aldrei lesa sér aldrei til önnur úrræði seðlabanka og konfrontera seðlabankastjóra með því. Ég hef reynt að bjóða honum hingað að þessu rauðaborði, hann svarar ekki skilaboðum. Já, ég trúi því. Já. En ríkisútvarpið hefur sannarlega aðgengi að seðlabankastjóra og ríkisútvarpið verður að fara vel með það aðgengi. Verður að vera gagnrýnin, meinar að sjálfsögðu, sjálfstætt og hrætt. En talandi akkurat sko aðgengi að fjölmiðlum og útvarpi og fleira, þá fyrir svona cirka 2 árum þá var ég bara reiður þegar ég horfði á Þorsteinn Víglundsson sem fyrir félagsmálaráðherra ef man rétt frá Viðreisn og var þá forstjóri einhvern byggingafyrirtækis, BM Valla og eitthvað slíkt sko og hann kom í einhvern umræðu þátt hvort sem hann var silfrið eða slíkt sko og var þar að kenna launafólki verðbólguna. Ítrekað. Eins og hefur nú heldur betur heyrst núna. Já, en á móti kemur hver á það ár, 2024 eða 5, þá var 50% verðbólgun yfir árið húsnæðismarkaðurinn, hækkun og húsnæðisverði, sem náttúrulega meira en tvöföld á við laun síðustu 15 árum, sem ósjálfbært. En hann kom fram í nafni þess og þeir kynnta sem fyrir félagsmálaráðherra, ekki sem forstjóra einn stærsta byggingafyrirtækis landsins, sem rétt, skilurðu. Það algjörbrandari. Algjörbrandari, ég var bara reiður, ég skildi ekki hvað að þeim. Þú veist, hann var í skjóli sinna hagsmuna að bera sök yfir á megin þorra almennings launafólk í staðinn fyrir að taka sök sjálfur á því sem að hans fyrirtæki og fleiri hafa valdi hér á landinu. Veist, þetta bara, við sjáum það þegar húsnæðisverð hækkar tvöfald á laun á svona lengu tímabili, veist, þegar 2 herbergja íbúð kostar 70-80 milljónir í dag en kostaði 7 milljónir, 6 milljónir aldamót, þá eitthvað að. Nákvæmlega. Þjóðhagslega, skilurðu. Nákvæmlega. Já, þetta nefnilega ákveðin vandi sko í svona árferði þurfu öflugt almannaútvarp og hér í gamla daga þá var almannaútvarpið, ríkisútvarpið, það var mjög meðvitað mikilvægi þess að lyfta sjónarmiðum undirsettra í samfélaginu, en það svolítið eins og það bara hafi hrifist með sko einhverju bylgju einkamiðlana núna sem eru svona svolítið aftengdir. Ég veit ekki hverju þetta situr en ef við bara skoðum sko umfjöllun ríkisfjölmiðlana samanborið við einkareknu á málefnum leiðenda, þá klárt að Vísir og þeir standa sig best. Það standa sig betur. Miklu betur. Og MBL meira þess að hefur byrt góða grein og viðtalið mig og ætlaði að fá viðtalið mig fyrir síðustu kosningar en það gekk ekki einhver hluta vegna á meðan RÚV lætur aldrei heyri í sér og hefur engan áhuga að ræða við leyendur sem mjög skrítið því þess að segja þetta stór hluti fólk sko. Og við erum bara í hagsmunabaráttu fyrir það fólk. Og á þessum vaxta hækkunardögum bara eins og þau sjáu ekkert athugavert við það að þessum svipum sé beitt sko til lítils gagns og oft til miklu meira ógagns heldur en gagns sko. Hvað eftir annað? Mér finnst að þurfa bara eins og ég sagði í byrjun, þú þarft að vera bara, það að vantið ákveði common sense að sjá ekki að þeirra ákveðin hluti sem fastnaverð og leiguverð að valda svona stórum hluta af verðbólgunni, þá það vandamáli. Það ekki að fólk sé að kaupa sér kaffivélar í Bónus eða hvað sem það sko. Þannig að akkur bregðast ekki við þeim vanda. Fara til þess að setja tómthúsaskatt á og selja þessar íbúðir, þvinga verktakarna til þess að fara að lækka verð á íbúðum sem standa tómar. Akkur gera það ekki? Það myndi kippa þessu miklu betur í lit. Setja leiguþak á stöðva þessar sjálfvirku hækkanir á leigu sem magnum verðbólgunni í hverju mánuði. Það var eitthvað. Já.
En ég þakkaði kærlega fyrir að koma til okkar, Yngvi Ómar Sigurðarson, formaður leiðenda samtakana. Ég óska þér og þínum allsins besta. Takk. Og af því að þú varst nú að minnast á lögreglu sem kveikti mögulega í mannesku. Já. Þá ætlum við einmitt góðir hlustendur og áhorfendur næst að víkja sjónum að því, ekki fara langt. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.